Þann 27. júlí síðastliðinn var fyrsta skóflustungan að nýrri heilsugæslustöð í Mývatnssveit tekin, en lengi hefur verið barist fyrir því að húsnæði heilsugæslunnar á staðnum yrði endurnýjað. Jón Helgi Björnsson er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands. Það er búið að berjast lengi fyrir þessari nýju stöð. Menn hafa verið þarna í gömlu íbúðahúsi sem var í raun auðvitað ekki byggt sem heilsugæslustöð. Og þannig að það búið að vera langur aðdraganda því að berjast fyrir því að þarna kemur nýja aðstaða. En það hefur auðvitað líka bæst við að þarna eru að verða alveg gríðarlegur fjöldi af ferðamönnum í Mývatnssveit. Þannig að þörfin fyrir þessa aðstöðu hefur í rauninni bara aukist á undanförnum árum. Hvernig hefur gengið, eins og segir, þetta er hérna í gömlu íbúðahúsnæði, hvernig hefur gengið og hvernig hefur þessu verið svona háttað hjá okkur síðust ár? Já, þetta hefur gengið vel, við höfum alltaf haft rosalega góða mannskap en þetta hefur náttúrulega verið leiðilega vinnuaðstöður þarna. Og meðal annars er nú bara hver undir húsinu sem þarna, þannig að það er gufa undir því og það er að blása því sérstaklega út, þannig að þetta er nú kannski ekki svona sérstaklega skemmtilegar aðstæður fyrir heilbrigðisþjónustu. En hverju mun þetta breyta þínum að þetta bara fyrir Mývetninga og svæðið þarna kring? Þetta bara verður miklu auðveldara að sinna þjónustunni og auðvitað að verða einhver slys og þá er þetta miklu öflugri og betri aðstaða. Og svo er þetta líka bara spurning vinnuaðstöðu starfsfólks að það hafi svona prófessional aðstöðu til þess að vinna við. Munurinn á vetri og sumri þarna, er hann ekkert aldrei mikill hvað varðar fólkið þarna? Það verður töluvert mikið fleira þarna á sumrin? Jó, það er auðvitað mikill munur á því. Það er náttúrulega miklu fleiri á sumrin í Mývatnssveit og auðvitað meira að gera. En það hefur líka verið að breytast að þarna verða talsvert mikil nýting á hótelum á veturnar. Þannig að oft eru kannski jafnmargir í hótelunum eins og búa í sveitinni. Þannig að þörfin fyrir heilbrigðisþjónustu þarna hefur rauninni aukist. Og störfin, skapast einhver störf við þetta eða haldast þau svipuð? Það er svipuð mönnun í rauninni, kannski heldur meiri í rauninni eftir sem svona þarf að veita meiri þjónustu, en það er rauninni stend kannski að svipaða mönnun. Getur þú lýst aðeins fyrir mér hvernig heilbrigðisþjónustunni þarna er háttað? Hve oft er vakthafandi læknir þarna með stofu? Já, það er tvisvar í viku sem er læknir á staðnum og svo er hjúkrunarfræðingur alla daga vikunar. Og þarna er líka sjúkralið og það er veitt mjög öflug heimaþjónusta eða heimahjúkrun í Mývatnssveit. Og ég held að sé mörguleyti mjög skemmtilegt módel einmitt að þjónustu við dreifbýlið. Og þannig að menn geta verið ansi lengi heima á sínu heimili í Mývatnssveit sem er mjög jákvætt. En nú hafa stundum komið hjúkrunarfræðingar og jafnvel læknar og verið að leysa þarna af til dæmis á sumrin og það er ekki auðan garð að gresja þegar kemur á húsnæði á Mývatni. Það er erfitt að fá húsnæði þarna. Já. Hvernig komið þið til móts við það? Ætlum við bara reynum ekki að eiga áfram gömlu stöðina og útbúa hana sem íbúð til þess að einmitt fyrir þetta. Og þannig að þessi aðgerð leysir það vandamál vonandi líka. Getur þú sagt mér hvar framkvæmdirnar standa núna? Við litum við í Mývatnssveit og þar voru steypubílar og menn að verki. Hvar stendur þetta akkurat núna? Já, ég held að sé þannig að það sé verið að klára grunninn og það sé ætlunin að gera þetta húsið fokhelt í haust. Og við gerum nú ráð fyrir að flytja inn bara í vor. Og við erum svo sem ekkert mjög stressaður á hvernig þetta verður til að því leyti að við erum búin að bíða lengi eftir nýrri aðstöðu þannig að mánuður til að frá skiptir okkur ekki öllu máli heldur bara að við fagnum því að fá þessa aðstöðu. Og þarna er líka til húsa apóteki á staðnum? Já, og það er mjög skemmtileg samstarf sem við erum með víðar á svona smærri heilbrigðisstofnunum eða smærri heilsugæslustöðum. Þannig getum við mannað í rauninni að haft hann að opna lengur heilsugæslustöðina. Við erum í samstarfi við þarna Lyfju og með því að deila starfsmönnum og þá getum við haft opnunartímann lengri og þetta er auðvitað starfsemi sem er svolítið svona skyld. Og hvað má selja í svona apótekum? Það eru lausasölulyf og einhver svona bráða? Já, í rauninni. En svona með fyrirvara þá fá mann öll lyf í rauninni afhent þarna en það er auðvitað svolítið lengri frestur að menn fái svona ákveðin lyf. En þetta er munur að geta veitt þessa þjónustu? Já, í rauninni og líka er full þörf á þessari þjónustu bara upp á ferðamennina sem geta þarna sótt svona, lyf sem ekki þarf að panta sérstaklega. En Mývetningar eru væntanlega mjög ánægðir með þessa þróun? Já, í rauninni. Ég held að þessi bara mjög kátir og sjá að þarna eru menn ekkert að harfa í þessari þjónustu, bara vera að styrkja hana
og þetta langt þrátt að fá þessa aðstöðu. Og þannig ég held að menn sé bara mjög ánægðir með að sjá þetta.